Ég ætla að fara aðeins í gegnum margliðudeilingu og til þess að skilja margliðudeilingu þá alveg málið að skoða bara dæmi og við erum hérna með dæmi sem orðað svona: deila á margliðu 2x í öðru plus 3x í margliðuna 6x í fjórða plus x í þriðja plus 4x í öðru mínus 2. Og það sem átti við í rauninni það að margliðan 6x í fjórða plus x í þriðja plus 4x í öðru mínus 2 fjórðastigs margliða, og við ætlum sem sagt að komast að því hvaða margliða það sem þannig að við margföldum hana við þessa margliðu. Þetta þannig að hér einhver margliða sem við vitum ekki hver ætlum að komast að því hver Þannig að við ætlum að finna margliðuna sem þannig að ef við margföldum hana við þessa margliðu, þá fáum við þessa margliðu. Og mér finnst nú líklegt að þetta hérna sé annars stigs margliða. Af því að þetta annars stigs margliða, og ef maður margfaldar hana við aðra annars stigs margliðu, þá fær maður út fjórðastigs margliðu. Svo mikið veit ég. Og til þess að komast að þessu, hvaða margliða það eiginlega sem við setjum hérna í, þá setjum við upp svona deilingu. Hann hér. Svona deilingartöflu. Þar sem við setjum þessa hérna margliðu, 2x í öðru plus 3x, hérna inn í ausuna, og þessa margliðu, 6x í fjórða plus x í þriðja plus 4x í öðru mínus 2 inn í, undir. Og svo byrjum við bara og aðferðin gengur út á það að spyrja sig hversu oft gengur þessi hérna liður, 2x í öðru, upp í þennan hérna lið, 6x í fjórða. Það að segja, hvað sinnum 2x í öðru 6x í fjórða? Svarið 3x í öðru. 3x í öðru sinnum 2x í öðru vissulega 6x í fjórða. Og það þó þessi hérna fyrsti liðurinn í annars stigs margliðinu sem við erum að leita að. Nú þá erum við komið með hann. Það sem við gerum við hann að við margföldum hann við alla þessa hérna margliðu. Þannig að 3x í öðru sinnum 2x í öðru 6x í fjórða, og 3x í öðru sinnum 3x 9x í þriðja. Og svo drögum við þessa hérna margliðu sem útkemur frá þessari margliðu. Og þá raunin bara hvaða stuðull við x í fjórða. Það 6x í fjórða mínus 6x í fjórða sem 0, þannig að við erum búin að losna við x í fjórða liðinn. Svo erum við með x í þriðja mínus 9x í þriðja, fáum mínus 8x í þriðja. Og svo bara plus 4x í öðru mínus 2 sem mismunur sem sagt þessarar margliðu og þessarar margliðu. Nú, þá byrjum við bara aftur. Þannig að eins og ég sagði þannig, þá gengur aðferðin út á það að spyrja sig hversu oft gengur þessi hérna liður upp í þennan hérna lið. Þannig að við spyrjum okkur hvað sinnum 2x í öðru mínus 8x í þriðja. Svarið mínus 4x. 4x mínus 4x sinnum 2x í öðru vissulega mínus 8x í þriðja. Og svo eins og áðan að þá margföldum við þennan hérna lið, mínus 4x, við alla þessa margliðu og fáum út mínus 8x í þriðja mínus 12x í öðru. Og fáum, þetta sem sagt margliðan. Og svo drögum við hana frá þessari margliðu. Við fáum þetta mínus þetta 0. Þetta mínus þetta, 4x í öðru, mínus 12x í öðru 16x í öðru. Og svo hérna mínus 2. Og þá byrjar þetta bara aftur upp á nýtt. Fáum hvað sinnum 2x í öðru 16x í öðru. Fáum plus 8. Svona. Þannig að þá eru
komið með alla margliðuna. 3x í öðru mínus 4x pluss 8. Þannig að það er hérna mínus 4x pluss 8. Þetta er margliðan okkar sem við vorum að leita að. En við verðum samt að klára 8 sinnum 2x í öðru pluss 3x er 16x í öðru pluss 24x. Drögum þessa margliðu frá þessari margliðu, fáum mínus 24x mínus 2. Þetta er sem sagt afgangurinn, sem þýðir að þessi margliða inn í sögunum er ekki fullkomin af því að það verður að bæta hérna við afgangi 24x mínus 2. Svona. Þannig að þetta er aðferðin. Ef við ætlum að leysa dæmið, skrifa lausnina fallega upp, að þá væri það bara gert svona. Við myndum ekki, þetta er ekki hluti af lausninni. Myndum við bara skrifa deilingartaflan til hliðar gefur 6x í fjórða pluss x í þriðja pluss 4x í öðru mínus 2 jafnt og 2x í öðru pluss 3x það er kannski hefð fyrir því að hafa hina fyrst. Það getur verið. Já, það er rétt. Ná við stórglerinn. Skulum hafa svarið fyrst. 3x í öðru mínus 4x pluss 8 sinnum 2x í öðru pluss 3x mínus 24x mínus 2. Það er að segja útkoman úr margliðdeilingunni sinnum litla pluss afgangurinn. Svo setjum maður bara 2 góð strikkennutir til að sýna að þetta sé svarið.